Utanríkisráðuneytið kannar nú orðróm þess efnis að Íslendingur hafi fallið í stríðsátökum í Sýrlandi í síðasta mánuði. Upplýsingar andlát mannsins hafa gengið samfélagsmiðla í dag, en þar hann sagður hafa fallið í skotárás Tyrkja í Afrín héraði í Sýrlandi, skammt frá landamærum Tyrklands. Elín Margrét Böðvarsdóttir. Afrín hérað á landamærum Tyrklands og Sýrlands, en sókn Tyrkja inn í héraðið hefur staðið yfir frá því í janúar. Íslendingurinn sagður hafa barist með YPG-liðum, hersveit sýrlenskra Kúrda, en hann hafi látist í stórskotaárás tyrkneska hersins þann 24. febrúar síðastliðinn, að því óstaðfestar fregnir á svæðinu herma. Við vitum í rauninni ekki annað en það að orðrómur eru að Íslendingur hafi fallið í Sýrlandi og það verið að kanna hvort að hann eigi við rök að styðjast. Greint var fyrst frá málinu á Twitter í dag, en þar maðurinn sagður hafa gengið til liðs við YPG í gegnum gríska anarkistahópinn Ruiz. Kúrdískir og tyrkneskir vefmiðlar hafa í dag birt myndir af Íslendingnum, vopnum búnum og í herklæðum. Að sögn Sveins hefur utanríkisráðuneytið ekki fengið spurn af Íslendingum í Sýrlandi áður, en samkvæmt heimildum fréttastofu heyrði fjölskylda mannsins fyrst af málinu í gegnum samfélagsmiðla í dag. Annars vegar verið í sambandi við ræðismenn Íslands í Tyrklandi og hins vegar við alþjóðadeild lögreglunnar. Þetta eru, eins og sagði, standa þær leiðir sem við beitum til þess að greiðslast fyrir þetta mál. Kúrdar segjast eiga í átökum annars vegar við Tyrklandsher og hins vegar við hryðjuverkasamtökin ISIS, en Tyrkir hafa fagnað sókn hersins í héraðið. Erfitt að fá staðfestar upplýsingar af átökum á svæðinu, en stríðandi fylkingar og stuðningsmenn þeirra halda uppi öflugum áróðursmiðlum. Allar upplýsingar höfum við úr fjölmiðlum og þær hafa ekki verið staðfestar með formlegum hætti.